Já, Gunni, 7-3 sigur á Þrótti hérna heimavelli, fyrstu viðbrögð? Bara gríðarlega sáttur, eðlilega. Við góðan sigur. Ánægður með liðsframmistöðu FH-liðsins. Mér fannst leikurinn frábær hjá FH-liðinu í dag. Vinnugleðin, baráttan, þrautseigjan, dugnaðurinn, krafturinn, áræðnin. Það er svo margir hluti sem voru góðir í dag og þegar FH-liðið á þessum degi þá er erfitt að eiga við það. Og hérna unnum leikinn, eins og segir, skorum 7 mörk. Hefðu hæglega getið horfið fleiri mörk. 2 stangarskotin ef ég man rétt. Og svo framvegis ánægður með hvernig við fórum í gegnum andstæðinginn, ánægður með hlaup leikmanna, sprengdum varnarlínu, Þróttar aftur og aftur. Þannig að bara heilt yfir glaður þjálfari. Þið lendið 2-0 undir snemma leiks, þú hlýtur líka að vera sáttur með viðbrögðin sem þú ferð frá þínu liði eftir það. Já. Þróun leiksins var á þann vega að það var engin bilbugur á okkur að finna þannig við vorum höfðum yfirhöndina þegar við fáum á sig mörk á okkur. Það er ekki eins og Þróttur hafi verið að líka eitthvað á okkur, það er að gera mjög gott mark úr föstu leikadegi, 1-0, skora síðan stuttu seinna, 2-0, þetta voru einu færi þeirra fyrir hálfleik og það bara, þú veist, við höfum áður lent undir, það truflar okkur ekki neitt. Við vitum að í FH-liðinu búa fullt af mörkum, þannig að við héldum bara áfram okkar plani og það var stutt í næstu mörk hjá okkur. Þú talar það eftir síðasta leika, leikmenn þínir hefði verið í krummafót, Ídamarinn hlýtur að hafa verið í sérsniðnum skóm í dag, voruð þið að æfa slúttinn í þessari pásu? Nei, ég sagði við þig ég sagði við einhvern að það koma svona leikir, það sem það bara er krummafótur fyrir fram að marka andstæðingsins og það er stundum þannig. En það er bara one-off og FH-liðið gerði 7 og við höfum í nokkrum leikjum í sumar skorað allt nokkuð mörk. Þannig að ég er bara, þú veist, ég er ánægður þegar við gerum 7 mörk og talum ekki á móti Þrótti sem hefur oft reynst okkur bara mjög erfiður andstæðingur. Þróttur er vel skipulagt lið og vel drillað og það er erfitt að brjóta það lið niður. Þannig að við gerum það svo sannarlega í dag og þess vegna er ég svona sáttur með liðið. Þetta var sagt að Þróttur var búinn að fá þessu 9 mörk fyrir þennan leik, þannig að þú getur tekið það með þér á kottan? Já, bara algjörlega og bara aftur það er ekki auðvelt verk að vinna Þrótt, þannig að við gerum það í dag samtalið. Talandi Ídamarinn, ég er persónulega búinn að segja allt sem hún sé alltaf góð til að spila í þessari deild og það virðist, kannski vera raunin. Það eru svona einhverjar sögur að hún geti verið á förum. Getur eitthvað sagt okkur frá hvort það sé eitthvað að frétta með það? Nei, ég get það ekki. Ég kem ekki nálægt slíkum vangaveltum eða köllum. Ég er bara þjálfa liðið og það eru aðrir sem að sjá kaup og sölu. Þú hlýtur að vona samt að hún fái að klára þetta mót með ykkur? Já, ég bara vona að hún fái bara það sem að hún á skilið. Þú veist, mitt hlutverk er að gera leikmenn betri og ég ber ábyrgð á því ásamt þjálfarateyminu og ef við náum að taka leikmenn sem að vera að ströggla í öðru liði og við komum honum á betri stað, þá er mín vinna, hún er komin. Alltaf þegar við hittumst þá eru þið komnar á toppinn, gerir ráð fyrir því að þetta verði svona allt fram á síðasta leikdag að þið skiptist á toppsætinu við Blikana? Já, ég á alveg eins von á því að þetta verði svoleiðis. En fyrir 2 umferðum þá vorum við á toppnum og svo mistum við það niður og toppinu núna og þetta er bara svona. Það er gaman að deildin sé þannig, að það séu úrslit sem að kannski ekki allir sjá fyrir og svo framvegis og það heldur spennu í deildinni og það vilja allir spennu. Það vill enginn að mótið klárist bara strax, þannig að þetta er bara gaman held ég fyrir alla. Það er hans mikið af ungum FH-stelpum sem voru mættar á leikinn, ég gerir ráð fyrir að sé að fara á símamóti og svona með við aldurinn á liðinu, það var ekkert ólíklegt að þær verði bara að spila fyrir þið eftir svona 3 ár. Hvað hefur að segja við þessar svona ungu stelpur sem eru að fara á símamóti? Það voru nú komnar inn í hringinn ykkar annað eftir leikinn svo ég? Já, við viljum alltaf fá unga leikmenn til okkar eftir leiki og það har alltaf verið þannig og við höldum því áfram. Við talar unga leikmenn á símamóti, ég get bara sýnt þér mynd sem ég er með í símanum að nokkru leikmenn sem voru að spila akkurat núna með mér á símamótinu, þannig að þú veist, umhverfið hjá FH er gott og þessi leikmenn munu einhvern tímann fara inn á völlinn fyrir okkur. Það er Grindavík, Njarðvík í næsta leik, þetta er nú heldur betur frammistaða sem að þið getið tekið með ykkur inn í æfingavikuna fyrir þann leik. Já, það er alltaf
auðveldara að mæti vinnuna eftir góða frammistöðu og að einfaldar vinnu þjálfarana fyrir næsta leik og það er bara gott og það er verðugt verkefni. Grindavík, Njarðvík, frábært lið, skemmtilegt, velspilandi og það verður gaman að kljást við þær.